Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við notum prósentur í alls konar útreikningum. Sigfinnur fekk laun fyrir að hjálpa afa sínum eitt sumar. Hann fekk 160.000 krónur í laun og borgar af því 28% skatt. Hvað borgar hann mikið? Hérna þurfum við að finna hvað 28% er mikið af 160.000. Og þá þurfum við kannski að skoða töluna 28 aðeins fyrst og reyna að greina hana niður í hverja þægilegri tölur. Þetta eru nefnilega 20 sem eru kannski auðveldar að hugsa sem 10 og 10 og svo 8 er það ekki. Við getum tiltölulega auðveldlega, við erum með 160.000, við getum tiltölulega auðveldlega fundið 10%. Bara með því að deila með 10, því munið að 10 er 100asti af 100, að það voru 10%, 1/10 af 10% 1/10 af laununum hans. Og það eru svo mikið sem, þá tökum við bara 1,0 í burtu, 16.000, þannig að hann borgar 16.000 og 16.000, þá erum komið 10% tvisvar, þið munið, einu sinni tvisvar. Síðan þurfum við að finna 8%. Þá er eiginlega einfaldast að finna bara 1%. Þá gerum við 160.000 deilt með 100 og þá fáum við 1600 krónur. En við þurfum að, það er 8 sinnum, þá þurfum við að gera 1600 sinnum 8. Ég gæti líka skrifað 1608 sinnum hérna fyrir neðan, ég nenni því ekki, því að þetta er hreinlega einfaldara. Það er 12.800, þá ger ég 12.800, svo legg ég þetta saman og út úr þessu fæ ég að hann borgar 44.800 krónur í skatt. Finna hvað einhverja þægilegar próstölu, til dæmis 10%, 1% og vinna út frá því. Arnfinnur tók upp 8 kíló af kartöflum, amman keypti 75% af kartöflunum. Hvað keypti amma mikið? Þegar við erum með þægilega tölu eins og 75%, þið munið að 25% er 1/4 af 100, er það ekki? Og hvað er 75% mörgur sinnum 25%? Jú, 75% eru 3/4. Og þá þarf ég bara að finna 1/4 af 8. 8 deilt með 4 eru 2. Þannig að 2 kíló eru 25%. Ammans keypti 3 sinnum það. Þannig að þá ger ég 3 sinnum 2. Hún keypti 6 kíló. En það passar alveg. Það voru 25% sem hún keypti ekki, er það ekki, sem vantar upp á 75% upp í 100%. Og það eru akkurat 2, það vantar 2 kartöflur, þessi 2 kíló af kartöflum sem að hún keypti ekki. Jónfinnur tók 3 smákökur og smákökugrúsinni hjá langömmu sinni. Það var 60% af smákökurinn sem þar voru. Hvað voru margar smákökur þar? Þetta er dálítið flóknara dæmi. Þarna þurfum við að átta okkur á því að sem sagt 3 smákökur eru 60%, þannig að við þurfum að finna 100%. Þannig að ef að 3 kökur eru 60%, hvað er þá 1 kaka? Og sjáu þið hvað gerist. Ég er búin að deila í raun með 3, þá fæ ég 1, og ef ég deili hérna með 3, þá fæ ég 20%. Og hvað eru margar þá kökur, semst marg 20% í 100%? Jú, það eru 5. Þannig að 5 þá hljóta 5 kökur að vera 100%, því ég þarf að margfalda með 5 til þess að komast upp í 100% og ég þarf að passa margfald alltaf báðu megin. Þannig að þetta eru 5 kökur. Reiknút verð án, reiknút nýja verðið, verð er 4.900 afsláttar og það gefur 40% afsláttur. Gerum þetta eins og áðan, finn hvað 10% er. 4.900 deilt í 10 eru 490. 490 sinnum 4, því ég er með 4 sinnum 10%, þegar ég er með 40% er það ekki. Það gefur mér afslátt upp á 960 krónur. Það er þá afslátturinn. Þannig að ég þarf að draga hann frá og þá fæ ég 2940 sem er, og passa að setja eininguna við,
sem þá verðið sem ég þarf að borga. Nákvæmlega sama hérna. 9.100 deilt í 10. Það 2.129. Og svo gerum við 2.129 sinnum 7. Fáum 63.903. 91.290 mínus 21.000. Nei, nú ég að skrifa henni vitleisa tölu. 69.903. Út úr þessu fáum við 27.387 krónur. En þetta eðlilegt þegar við fáum 70% afslátt. Þá erum við ekki að borga nema 30%. Við erum að fá miklu meiri afslátt heldur en það sem við borgum. Og við sjáum það alveg, við fáum 69.000 rétt tæp 70.000 í afslátt. Við borgum innan við 30.000.